Þriggja marka sigur á Aftureldingu í hörku spennandi leik og þetta, það kom engin mynd á þetta almennilega fyrir bara á loka kafla. Við náðum svo, mér fannst vörnin hjá okkur að smetla ekki fyrir en bara þetta niður á hæla hann þegar Birkir fekk rauða spjaldi og fórum að vera eitthvað passífið sem hendar okkur ekki vel og þá bara Árni var alveg frábær hjá þeim og bara spurning hvort þau höfðu þetta plúsan út, hann var þeirra langbæsti maður. Og svo áttu við erfiðleikum líka með hann hérna Ágúst á línunni. Mér fannst við svona dett út úr okkar rytma en svo kom hún bara í lokin og náðum að þétta okkur og bara það var nóg og ég er ánægður með það. Mikið flot á sóknarleikum í seinni hálfleik sem náðum við svona aðeins að bara hreyfa okkur meira þannig að Rauðspjöld yfirleitt í leikinn meira svona vendipunktur fyrir andstæðingarna en þegar þeir missa mannaveldi þá virðist eitthvað að kika í gang hjá þeim. Já, Árni er búinn að spila mikið hægri með hlutan og Birkir er mjög efnilegur og frábær skytta en Árni eiginlega var bara þeirra besti maður og það kemur oft svona einhver auka orka í liðin og það gerist bara svo þá fær Orri raut og þá kemur einhver svona smá aðeins orka í okkur líka og hérna við erum sem betur fyrir með góða breytt þannig að við náum að klára þetta. Loka kaflinn, þetta eru 10 mínútur þar sem eiginlega skilur liðin bara algjörlega. Já, ég meina við náum að, þetta er bara þú veist, þetta gatt fallið eiginlega báðum megin, þetta var alltaf eitt yfir jaft. Svo náðum við að fara hérna í 22-20 og náðum svona að leiða loka mínunar og fjalla aðeins meira með okkur. Við vorum svona að ná að komast í betri skotfæri. Hvað fannst þér svona yfirheildina að skila sérunum það? Já, vörðin hafði smollið þarna síðustu 17 kannski aðeins og menn fóru svona sóknarlega fóru í gangi í seinni hálfleik, kom meiri hreyfing og Daniel hjálpar okkur sóknarlega og Guðmundur og Ómar stigu upp og það var það sem skilaði sér.